Kannski svona aðeins ýtt við mér mest bara hvað hægt að gera með krakkana. Hvað virkilega hægt að kenna og bæta krakka. Af því ég vil meina að ég búinn að vera mjög lengi með bæði krakka og fullorðna og þetta svona enn og aftur ýti við mér. Þannig að ég vil sko bara hvetja alla sem að þjálfa að koma og fá að, ef það er möguleiki, að fá að fylgjast með bara hvernig hópurinn vinnur saman, hvernig þeir hafa þroskast í að bera ábyrgð á sér, hvernig þeir læra allar þessar venjur. Já, það sem bara í gangi þarna og körfuboltinn bara birtingamynd þess, en þetta náttúrulega bara allt karaktersköpun, karakterbuilding, ekkert annað, ekki neitt annað. Og það er það sem við viljum bara sjá, að þær eftir einhver ár séu bara, geti haft stórt hjarta, til þess að treysta á sjálfa sig, síðan haft svona courage til að fylgja það eftir, þessir kjarnaþættir, skilurðu. Og það er það sem bara mun líklega birtast ef að Binni heldur áfram með það. Þá bara fáum við upp fallega stríðskonur sem að samt eru með samkennd fyrir öllum hinum og vita bara að þetta snýst karakter og væntumþykju, sko. Það er bara númer 1, 2 og 3. Mér finnst það bara frábært. Ég er mjög heillaður af því sem er verið að gera og þetta, ef ég fæði slett, að inspirera mig í því sem að ég er að gera, því að alltaf er þetta bara þjálfun og maður er að vinna með fólki og það skiptir oft á tíðum ekki máli hvort þú sért að vinna með 10 ára stúlku eða drengi eða fullorðið fólk. Þetta snýst þjálfun aðferðir og tengjast hópnum sínum og það sem að Brynjar er að gera með þessar stelpur upp í Breiðholti í dag er virkilega áhugavert og sko færni stúlknanna er framúrskarandi. Vinnu aðferðirnar eru ekki kannski öðruvísi en þær eru samt sem áður á öðru svona stigi heldur en að maður þekkir í íþróttahreyfingunni í dag og mörgu leyti finnst mér Brynjar vera afsanna þá kenningu að það þarf að þjálfa stelpur á annan hátt en drengi og þarna er hann að veita þeim aðhald, setja þær undir töluvert áreiti og þegar ég segja áreiti þá meina ég á jákvæðan hátt, hann setur kröfur á iðkendann og foreldrana með það markmiði að ná því besta út úr einstaklingu sem íþróttamaður og sem persónur og mér fannst það skína hrikalega vel út. Bara ég er búinn að sjá 2 æfingar núna og svo 1 mót hjá þeim og margir halda að þær ráði ekki við gagnrýnina eða kröfurnar sem eru settar á þær og þær brotni við pressuna sem að þjálfarinn setur stundum á þær. En það sem mér fannst einkar áhugavert var að sjá að leikmennirnir þeir stigu bara upp strax eftir áreitið og tóku skilaboðunum hratt og örugglega og svo í kjölfarið í loka æfingar þá held ég að hver einasti iðkandi hafi farið út brosandi, sæll og glaður með rjóða í kinnum. Binni er mjög merkilegur gaur og það sem hann gerir, það gerir hann bara algjörri einlægni og einurð og er bara all in í sem hann gerir, hann sleppur að því. Hann er einn af mínum svona stærstu áhrifavöldum eða hvernig maður orða það. Af þeim mörgu góðu þjálfum sem ég verið með þá hefur hann verið einn af þeim sem ég hef lært mjög mikið og einn af mest jafnvel. Og þetta er náttúrulega bara, eins og við getum sagt, pilot project, sko, getum við kallað það, sko. Og það er bara þeirra að koma og kíkja á þetta sem að vilja, bara eins og lífið er, skilur, það gerist eitthvað nýtt og annarkvort reynir að skjóta það niður eða reynir að læra eitthvað af því. Og þeir sem að vilja læra eitthvað af því koma hérna og tékka og taka notes og gera eitthvað.